Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og við höfum nú yfirlega gaman að því að segja frá því þegar eitthvað er vel gert eða áhugavert og svona svolítið góð málefni, við erum svolítið skotin í því. Og næst ætlum við að ræða aðeins við þau sem að reka veitingahús og gistiheimili Lambinn hérna í Eyjafjarðarsveit og það virðist einhvern veginn ekki vera neitt skortur á því að þið látið gott af ykkur leiða. Kannski byrjum á því að hvers vegna hafið þið valið því að gera þetta? Það nú svoleiðis þegar sveitungar verða fyrir einhverjum áföllum eins og kom fyrir þau í Brúnalaug. Það kviknaði í gróðurhúsinu hjá þeim og þau mistu þarna tæki og tól og mistu náttúrulega líka stóran hluta af sínu lífsviðurværi og bara tekjuinnkomu og slíku. Þá svona leita allir inn á við og í svona litlu samfélagi og vilja láta gott af sér leið og skoða svona hvernig hægt að leggja lið. Og þetta það sem við erum ágætt í, að það að slá upp veislu og annað. Þannig að við fengum til liðs við okkar frábæru birgja í norrlenska bruggsmiðjunni Kalda, Hákan Grúpen og svo hann Helgi Örlygs hérna á Þórustöðum. Hann gefur okkur kartöflur í dæmið og þetta var sem sagt úr að við náðum að setja saman hérna svona styrktarkvöldverð. Það sem að allt er gefið og meðal annars skemmtiatriði. Arnar Árnason á Hrannastöðum og Reynir Sjött ætla að vera með skemmtiatriði og syngja og spila og svona og jafnvel fleiri. En já, þetta í rauninni og þetta hefur gengið alveg stórkostlega að undirbúa þetta og góðar viðtökur. Þannig að verður styrktarkvöld verður annað kvöld, laugardagskvöld á Lambinn, þar sem verið að safna. Já, við erum bara að safna peningum, sem að renna svo óskiptir til þeirra Hjóna, Önnu og Gísla í Brúnalaug. Og þú hefur væntanlega heyrt í þeim? Já. Þau eru djúpt snortin bara yfir samfélaginu í kringu sig þarna í sveitinni og það hafa margir komið til þeirra og rétt hjálpar hönd og kvenfélagið var bara mætt korteri seinna með gúgúlasúpu og bakkelsi þannig bara virka hlutirnir og svona, eins og ég segi, svo bara finnur fólk hjá sér einhverja þörf til að leggja einhverju lið og svona. Og þetta einhvern veginn svona í Eyjafjarðarsveit. Ég man einhvern tímann þegar fór aurskriða á bæ, þá einmitt mætti bara allt samfélagið og stóð þéttir baki. Já, þetta var alveg ótrúlegt. Ég var nú vitni að því sjálfur þegar kvenfélagið var virkjað til að þarna náttúrulega dreifa að alls konar vinnandi hendur sem þurfti að fæða og það var einhver líkar en að kvenfélagið að vera með svona tetra fjarskiptakerfi það var bara quiz bang það voru bara allir fannir að baka og gera eitthvað Þetta hlýtur að vera líka bara einhver kærleikur og fegur í því að búa í svona samfélagi. Það er alveg yndislegt og ég er nú aðfluttur andskotið þarna. Og jú, það þekkir svo sem margt gott, til dæmis úr Skagafirði þar sem ég fæddur uppalinn, en þarna er einhvern veginn svona, það er haldið rosalega þétt náungan og það var annar leiðindabruni þarna fyrr í vetur í nágrenni við okkur og það var svona svipuð keðja sem fór í gang. Það eru allir boðnir og búnir og vilja hjálpa. Algjörlega stórkostlegt. En annað sem að þið hafi tekið af ykkur er í tengslum við vökudeild Landspítala. Segðu mér frá því hvernig það kom til. Já, það er nú komið þannig til að við eignuðumst fyrirbura, Þórhall Jón, í október 2013 og urðum fyrir þeirri lífsreynslu, vil ég kalla, að dvelja á vökudeildinni. Og það var í rauninni ótrúleg upplifun að vera þar og maður var bara djúpt snortinn af öllu sem að þar fór fram, fagmennskunni, alúðinni, tæknibúnaði og öllu bara sem að hægt er að finna til að halda lífi og koma þessum fyrirburum á legg. Þó við höfum nú verið stálheppin og okkar drengur hafi spjarað sig vel að þá voru þarna innan náttúrulega mjög veik börn og þetta varð okkur alveg rosalega mikið lífsreynsla og okkur langaði svona til þess að endurgjalda starfsfólkinu eitthvað, alla þá alúð umönnun sem við fengum og náttúrulega vökudeildin og barnaspítalinn náttúrulega þannig í sveit settur varðandi stuðning, að það er náttúrulega frábærir bakhjarlar, kvenfélagið Hringurinn og fleiri og þetta er líklega, vökudeildin er líklega eina
deildin innan heilbrigðiskerfisins þar sem að hvorki skortir mannafla né tæknibúnað. Þannig að það allir mjög vel settir hvað það varðar en við svona ákváðum að beina kannski okkar sjónum að starfsfólkinu. Og í fyrra þá sendum við sendum við þeim gjafabréf í gistingu hjá okkur og það kom fjölskylda í fyrra vetur, síðasta vetur sem að naut þess að vera hjá okkur í gistingu og morgunverði í 3 sólarhringa og fannst það æðislegt. Og svo fréttum við að því síðasta haust að það hefur verið gríðarlegt álag á vökudeildinni síðasta sumar. Starfsfólk jafnvel ekki geta tekið sumarfrí og sumir kallaðir úr sumarfrí og annað bara út af álagi. Og þá svona ákváðum við að hvort það væri ekki hægt að gera aðeins betur. Þannig að við fengum til liðs við okkur frábæra stuðningsaðila og Flugfélag Íslands, Bílaleigu Akureyrar, skíðasvæðið, Greifan, íþróttamiðstöðin í Hrafnagili. Og við tókum saman svona helgarpakka fyrir 2 fjölskyldur þar sem þessir aðilar gáfu inn í hann og við náttúrulega gáfum gistingu og morgunverð. Og nú eru sem sagt 2 fjölskyldur búin að koma til okkar í vetur og þetta svona það sem við getum gert við svo sem erum ekkert að safna fyrir neinum tækjum og tólum. Við viljum svona kannski beina augunum að starfsfólkinu sem á allt gott skilið og vinnur þarna dagsdaglega undir gríðarlegu álagi. Þetta bara yndisleg fyrirmynd finnst mér hjá ykkur og frábært framtak einhvern veginn og líka fyrir og góð áminning fyrir okkur að muna að maður getur lagt eitthvað að mörkum og hvað það getur skipt með því. Já, það þarf ekkert endilega alltaf að reiða fram beina fjármuni í rauninni og heldur snýst þetta kannski það að finna eitthvað sem að í manns eigin umhverfi sem maður starfar í, það sem hægt að setja saman eitthvað gott og skemmtilegt. Yndislegt. Kæra þakki fyrir komin og við höfum þetta hvetja fólk ef fólk vil mæta á styrktarkvöldi. Já, það er nú að verða þröngt það eru góða viðtökur sem betur fer en við tróðum bara á meðan að kofinn þolir. Já, en ef fólk vil styrkja þau með einhverjum öðrum hætti? Já, þá bara hafa sambandi við okkur, við ætlum að bara halda utan þetta sem kemur þarna inn og að sjálfsögðu getum við tekið á móti frjálsum framlögum og aðgangserinn er 5.000 krónur. Og ef fólk vil kafa dýpara í vasana þá tökum við því að sjálfsögðu. Og bara hringja í lambinn? Já. Ekkert mál? Ekkert mál. Yndislegt. Kæra þakki fyrir komuna. Takk. Við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.